Já, heyrðu, við ætlum að tala núna kosningarétt barna sem að mál sem að kannski ekki efst á baugi í íslensku samfélagi en það hefur verið umræð það víða heim og fræðafólki og víða og það meiri segja á dagskrá samtaka fjölskyldusamtaka í Þýskalandi til dæmis, það Amnesty í Bretlandi hefur talað þetta og margir aðrir en það eru voðalega að fá þess að tala þetta í Íslandi, ég hef ekki fundið eða neitt til þess að tala þetta við mig, fyrir en að Karla Ólafur Hallbjörnsson skrifar grein á svona sína eigin svona hálfserviskulega síðu, þar sem þú skrifar bara þín mál. Ég sagði að þú væri starfsmaður Pírata, þannig að þetta ekki stefna Pírata sem við erum að ræða hérna. Nei, þetta bara ég sem heimspekingur. Ég lærður heimspekingur og ég með litla bloggsíðu sem heitir Sísifos og ég bara skrifa mín helstu hugðarefni þangað. Hvert fólk til að fylgjast með því að margt skemmtilegt sem kemur út úr hausnum á þér. Herðu, af hverju ertu að tala þetta? Já, svolítið eins og ég tala bara í ritgerðinni minni, þá þetta hugmynd sem svolítið festist í hausnum á manni þegar maður byrjar að hugsa hana til enda í rauninni. Eða það alltaf mín upplifun. Þegar maður byrjar að hugsa af hverju kosningaréttur takmarkaður við eitthvað árafjölda og maður fer bara gegnum röksemdafærslunar og pælingarnar á bakviða þetta náðu þetta hausnum á sér þannig að ég einhvern veginn búin að vera að jórtra þessar pælingu alltaf lengi og mér langaði bara að skrifa og mér fannst, ég finna svo skemmtilega tengingu. Og niðurstaðan þín að það sé ekki hægt að takmarka kosningarétt? Nei, það ekki alveg niðurstaðan mín en niðurstaðan mín í rauninni svo niðurstaðan kannski liggur milli hluta en þá. Eins og ég tala smá í ritgerðinni, þá þetta meira bara hugleiðing það hvers vegna við gerum þetta svona en ekki hinsegin. Án þess að ég geti beint komist inn þetta niðurstöðu, mér finnst vera svo mörg rök og mótrök í þessu máli sem að ég gæti ekki kannaði þessari ritgerð sem þyrfti að skoða fyrst. Hver röki með því að börn ætti að hafa kosningarétt? Já, þau eru fólk, þau eru líðurinn, rétt eins og við hinn, þau náttúrulega fá kosningarétt á endanum, en bara þeir eru búin að vera lifandi í 18 ár, þau eru ekki neitt meira, þau eru ekki háskólagráðu eða eins konar skírteini til þess að kjósa, annað en bara að það standi á skilríkjunum þeirra að hafi verið lifandi í, 6.500 daga eða eitthvað svoleiðis. Það allt og sumt. Þannig að spurningin hvers vegna það einhver takmarkandi þáttur í því að við hleypum fólki að kjörborðinu. Einhver sem var að fjalla þetta sagði sér svo að það var eðlilegt að takmarka réttindi barna ef við verum að bjarga þeim frá hættu. Þess vegna getum við haft áfengiskaupaaldur, bannað bílpróf og fleira vegna þess að þroski þeirra sé þannig að þau gætu farið sér að voða og þeir hefðu aðgangi að þessum efnum eða þessari aðstöðu eða eitthvað slíkt. En þetta ætti ekki við kosningaréttinn því að það væri eiginlega ekki hægt að sjá fyrir sér að barnið geti skadað sig með því að kjósa. Hvað eru þessi rök? Það allavega alltaf erfiðara. Ég sé ekki hvernig maður getur beinlínis orðið sjálfum sér að skada með því að nýta sjálfsákvörðunarréttinn bara til þess að segja hvað mér finnst hvað á að gerast í lýðræðisríkinu. Mér finnst að vera svolítið annað en með mitt áfengislögin. En það samtalið verðt að hugsa það hvers vegna við takmörkum það líka vegna þess að við erum með einhverja hugmyndum það að börnum sé ekki treystandi fyrir öllu og að þau þurfa að vera ákveðið þroskuð til þess að geta gert ákveðna hluti og við getum sagt það áfengið og okkur finnst það make alltaf mikinn sens svona almennt við getum bara hugsað aftur þegar ég var krakki djúltóki heimskar ákvarðanir og ég vissi ekki hvað ég var að gera og allt það Þú getur líka að hugsa svona þegar þú ert 60 eins og ég og hugsa eitthvað sem þú gerði þú varst 50. Nákvæmlega. Þú getur hugsað þetta í rauninni eins og vilt En við erum með eitthvað svona frekar geðþóttakent cut-off point. Það sem við segjum, núna þú eigin ábyrgð og þú tekur ákvarðanir fyrir þig sjálfan og af hverju þessi aldur? Ég veit það ekki. Hver eru rökin fyrir því? Ég spurði það hver eru rökin fyrir því að þau mættu kjósa. Hver var rökin fyrir því að þau mættu það ekki? Rökin fyrir því að takmarka kosningarétt við aldur. Já, það einmitt þessi þroskarök, það ekki? En það eru margir sem eru þroskaðir 15 ára með meiri þroska heldur en margir sem ég þekki. Já, nákvæmlega, einmitt. Og ég kem svolítið að því líka inn í ritgerðinni. Þannig að þá ef þetta væri röka þá ættu það að hafa próf
Já, nákvæmlega. Eða við ættum að hækka kosningaldur. Ég meina 1915 var hann 25 ára og þú þurftir að eiga ákveðið Íslendingar vildu hafa hann í 40 árum. Fyrst þegar alþýðan fekk að kjósa þá var það sett við 40 ár. Og þá voru lífslíkur náttúrulega bara rétt rúmlega 50, þannig að þú fekk bara að kjósa síðustu 3 korterinn að ævinni. Og þú þurftir að eiga ákveðið magn af eignum og ég meina hvernig var þetta eftir með kosningarétt kvenna? Byrjaði hann ekki í 36 eða eitthvað trappaðist síðan niður einhvern veginn? Það var að setja 40 og hugmyndir Íslendinga voru að þetta myndi lækka 2 ára á ári. Þannig að 1930 þá var þetta komið niður í held ég 26 ára eitthvað. En Danir höfnuðu þessu, sögðu þetta væri brot á lýðréttindum. Og þá var þetta lækka niður í 25. Það er svolítið málið. Þetta virkar svo skringilega á okkur. Núna að horfa aftur í tíman að hugsa eitthvað, já 25 ára eða 40 ára og konur með svona en ekki hinsegin en okkur finnst mjög eðlilegt að hugsa að 18 ára sé viðmið í dag. Hvers vegna er það? Það er bara en er það ekki þannig að okkur finnst það jafn sjálfsagt í dag og fólki fannst það 1916 að konur fengi ekki svo? Jú, nákvæmlega. Það er líka alltaf punkturinn sko. Hvaðan kemur þessi fordómur í rauninni og af hverju kaupum við hann svona auðveldlega? Það er þú ert heimspekingur og ert að hugsa þetta sem heimspekingur en þú ert að starfa í pólitík líka og það er stjórnmálafræðingur í Oxford sem heitir Runciman, ég veit ekki hvað þú þekkir hann var eins og með mjög áhugavert podcast en hann allavega hefur skrifað þetta töluvert mikið út frá stjórnmálafræði og hann ver hvatamaður að kosningarétti barna og rökin hans eru svona lýðræðisleg og þau eru þannig að eiginlega það besta sem hefur komið fyrir mannfélagið í okkar heimsluta var almennu kosningaréttur því það lét stjórnmálin snúa frá valdastéttinni og eignastéttinni að almenningi og með því þá var stjórn ríkisins út frá hagsmunum almennings og þetta tókst það tekist svona og svo talar hann það að það sem að gerist síðan svona upp úr 1960-70 að þá er eiginlega þessi bylgja hún er hægt að hafa áhrif vegna þess að valdastéttina ná tökum á lýðræðiskerfinu og Piketty hefur til dæmis skrifað þetta að valdastéttina ná eiginlega tökum á lýðræðiskerfinu og geta leikið með það og við þekkjum náttúrulega dæmi það í Bandaríkjunum og þá bara rekur auðstéttin stjórnmálun og eitthvað fleira. Það sem að Runciman leggur til að við ættum að láta börn fá kosningarétt til þess að fá svona vítamínsprautu aftur inn í lýðræðiskerfið bara einfallega að það væri bara svo hollt fyrir okkur að þá myndir stjórnmálin snúast væntingabarna, réttindi barna og eitthvað fleira og það væri bara betra. Ég held að það sé ekkert slæm hugmynd sko. En svona síðan heyrir maður oft sko mótrökin með þessu sem ég kaupi í rauninni ekki bara fyrir lýðræðisprinsipið sko. Þú veist, ég kaupi það ekki fyrir vegna þess að mér veist bara vera svona mér veist að snúast eiginlega grundvallar ákvörðunina frekar en afleiðingarnar að fólk segir sko, já en ef börn fá að kjósa þá munu stjórnmálaflokkar bara spila sig beint í, ég veit ekki verða barnalegir hvað segirðu? Verða barnalegir já, og byrjaði lofa legokössum eða ég veit ekki hvernig þú myndir sjá það fyrir þér sko en ef þeir fara að gera það er það ekki bara fínt hvernig myndi það koma út? Það væri mjög forunlegt og síðan líka annað með, ég veit ekki þetta er kannski mín einhvers konar skuldbinding við lýðræðið að það eigi alltaf verið svona tilraunaandi yfir hlutunum að bara gera smá óskundastundum og prófa hluti. Almennu kosningaréttur er tilraun sem að lukkaðist þetta sé fáið sem að andmæla því í dag en það þótti vera mjög hættuleg hugmynd á sínum tíma. Ég nefndi hérna í inngangnum að það eru hagsmunasamtök sem hafa tekið upp með annars fjölskyldusamband Þýskalands myndi líklega vera kallað og rökið þeirra eru svo að ef við förum aftur á baki að því ég sagði þetta 60 þá er ég svo gamall að í kringum 1960 að þá var vægi atkvæða barnafjölskylda meiri heldur en í dag ástæðan er svo að fólk eru elst það eru miklu stærri hlutar kjósenda sem eru 60-70 ára pluss börnum hefur fækkað, það eru færri sem eiga börn þannig að á tímanum kannski á eftirstríðsárunum þá skiptu sjónar með barnafjölskylda miklu máli nú er vægi þeirra orðið komið
ég held að í þessum þjóðum sem að eldast hraðast að þá eru ég held að Japanir hafa reiknað þetta Já. að það er komið undir 20% að atkvæðunum eru raunverulega að koma frá fjölskyldum sem að eru með börn á heimilinu og þar alveg eru barnafjölskyldur orðin bara algjör minniluta hópur í atkvæðum talið og hugmyndin á bakvið kröfuna frá fjölskyldusambandi Þýskalands er svo að til þess að við verðum bara að auka vægi barnafjölskylduna í samfélaginu og við getum sýnt fram á það hafi orðið lakara með því að benda á lakari efnarsleira stöðu ungs fólks og barnafjölskylduna núna heldur en áður var. Hvað segir þessu rögg? Ég meina, mér finnst það alltaf lægi en mér finnst ekki spila inn á það sem mér finnst mikilvægast sem er hlýsvíkingur þetta er bara hagsmunabaráttu rögg algjörlega og ég meina þau eru góð fyrir það sko. En það sem mér langar að tala er grundvallar prinsipið sem er að við einhvern veginn erum með lýðræðiskerfi vegna þess að okkur finnst við erum búin að sammælast að einhver leiti allavega það að hvert og eitt okkar hafi sama sjálfsákvörðunarréttin og ekkert okkar sé rétt hærra en hitt og það er bara sem það snýst allir eru jafnir án tillits til aldurs og kyns allavega einhver leiti vegna þess að við takmörkum ennþá aldurinn og bara í stjórnarskránni stendur þú verður 18 ára til þess að bjóða þig fram til þess að kjósa af hverju? Þú segir það að vera að hugsa þetta svona mjög tíma og þú náttúrulega verið einhvern veginn að freistast til þess að ræða þetta við annað fólk. Já, ég geri það stundum sko. Og hvernig eru viðbrögð fólks við þessari hugmynd? Er þetta mjög nýstárleg hugmynd? Já, fólki finnst það aðalega alltaf sjokkirandi að kemur svolítið flatt upp á það þegar ég segi, en af hverju að hafa aldurstakmarkið fyrir höfuð? Leifum bara 0 ára barninu að fara inn og kjósa ef það getur það finnst svolítið í töðunar á fólki en flestir eru tilbúin að tala já, lækkumin í 16 eða lækkumin í 14 jafnvel 12 eða eitthvað en það að taka aldurinn alveg út úr jöfnunni fer rosalega í töðunar á fólki ég veit ekki alveg hvers vegna en það bara skapar rosalega sterk viðbröð Þeir sem hafa verið fylgjað þessu hafa velt fyrir sig framkvæmdinni ég held að Rúnsimann sem ég nefndi áðan sem er stjórnmálafræðingur og er með svona lýðræðisrök hann er að ég held að sé honum að 6 ára aldur að þá geti barnið kosið og það en foreldri megi fara með inn í kjörklefan til 12 ára aldurs þannig með eitthvað slík rök önnur rök hafi verið svo að við höfum allir með að kjósa eftir 16 ára aldur en þeir sem eru yngri geta kallað eftir kosningarétti það hefur komið þau sem eru í hagsmunabaráttunni eins og ég nefndi áðan að þau hafa sagt að foreldrar fari með atkvæðarétt barna sinna til 6 ára aldurs þau fari með barninu inn í kjörklefan til 12 ára aldurs og eftir það kjósi barnið hefur velt eitthvað fyrir þeir sko hvernig framkvæmdi getur verið hvítvóðungur fer ekki inn í kjörklefan Nei, þá kýsa hann ekki það er svolítið mín pæling það komast að kjörklefanum bara go for it það er samtalið svona spurning, ég meina þú veist fólk getur fengið hjálp með sér inn fatla fólk getur fengið hjálp til þess að kjósa ef við, þú veist ef við leifum það, akkur ekki leifa börnum að fá hjálp það væri kannski ekkert mjög sniðut það er óska eftir því líklega já, sennilega, það þyrfti að hafa allavega einhvern svona mínimalskilning á því hvað er þessi stað við viljum ekki senda einhverja heimdillinga á vöggustofunar að reyna að lesa út úr síð barnana hvað þau myndu vilja kjósa já, helst ekki þetta er alveg góð spurning sko ég veit ekki alveg hvernig það myndi vera útvært en það er mjög gaman að velta því fyrir sér já en fólk er til í, þegar þú ræði þetta og fólk til í að ræða það að lækka þá er fólk að lækka það bara inn í 16 ára eitthvað leys já, eitthvað svo leiðis en það er líka bara eitthvað svona gett út að kennt tala sko það er svona það sem að ég er að reyna að poti þetta er svona heimsbyggi ethosið í rauninni að reyna að vera flugan sem er alltaf að stinga beljuna að reyna að fá hann alltaf að hreyfa sig Má ég panta annað efni fyrir þig að kostingaréttur innflytjenda? Já, við getum skoðað það Ég hef ekki pælt allt og mikið í því innflytjendur borga skatt Já, algjörlega þeir fá ekki að kjósa Nei, við veit Hvernig eru lögin með það í dag? Manstu það? Þau með innflytjendur geta kosið til sveitarstjórnar og það var lækkað eitthvað síðast held ég
meðal annars út af því þá fjall kostningaþáttaka, þannig að fólk þarf að skoða það kannski svolítið gaumgæfilega hvað gerðist og það var þannig áður að þá held ég að hafi verið á Norðurlöndunum að þá eftir að búi hér í 3 ár þá fyrst að kjósa og hvað það var 5 ár annars staðar en þú þarf að vera með samfella búsettu, þannig að þú ert svo Pólandi og býrð hérna í 4,5 ár síðan veikist mamma þín og þú ferð og dvelur í 3 mánuði í Pólandi þá missur kostningaréttin, þannig að það byrjar aftur að telja en það fær enginn að kjósa til þings nema sá sem ríkisborgari. Nei, mér finnst það líka alltaf skrítið sko, mér finnst það mjög skrítið. Akkur er ekki bara eitthvað svona árasystem á það eins og með sveitarstjórnina, ég veit það ekki. Nei, en ég er búin að panta greini á þér kostningarétt umlítið. Já, ég get alveg skoða það sko. Herðu, frábært að fá þig hérna að tala þetta mál. Já, takk fyrir mig. Kannski að fá ykkur á fleira til að við höfum svolítið verið að tala svona stöðu barnafjölskylda. Og mér finnst að þetta tengist einhver leyti, en ég veit það alveg eins og þú, ég reynt það sama á þú, að það er svolítið erfitt að fá fólk til að tala þetta. Já, en svona þegar maður kemur í samt í gang sko, ef maður nær pillunni sko inn í hausinn, þá setur hún alltaf eftir. Það er það sem mér er skemmtilegast. En af því að ég hef gert tilraunir á þessu, ég má segja svona sögu, að dóttir mín, sem er núna 15 ára, þegar hún var 9 ára, þá gaf ég henni atkvæði mitt. Já, einmitt. Og síðan hef ég rætt, og ég sagðist bara fara og kjósa það sem hún vildi. Og í öllum kostingum síðan þá hefur hún raunverulega kosið í gegnum mig. Einmitt. Og fyrst var þetta svona til þess að geta tala bara samfélagsmál og pólitík og eitthvað fleira og ég er náttúrulega líka áhuga á því að upplifa hvernig hún upplifði þetta og af hvaða forsendum hún kaus og svoleiðis. Svo hún kaus til dæmis Andra Snæ af því að hún hefði listið bækunarins og líka veljumannin sem er aðferð sem að margir nota til þess að kjósa í forsetakosningum, að þú kýst bara mannið sem er líka við, hefur góða reynslu á honum og slíkt. En svo þegar hún eldist að þá er svona meiri pólitík komið í það og það var ekki nema heldur 2-3 kosningar sem að liðu að þegar ég kallaði á hana og við ættum að fara að taka eina pólitísku umræðu, þá sagði hún, ég er búin að ákvæða mig. Þá var hún búin að gera það og vildi sleppa samtalinu við pappa. En svo spurði hana núna daginn, hvað finnst þér, Sóley, finnst þér að börn ætti að hafa kosningarétt? Og þá sagði hún nei. Hún er búin að hafa kosningarétt sjóður 9 ára. Og ástæðan var svo að hún bara treysti ekki sinni kynslóð. Hún sagði, Pafi, þú getur ekki ímyndaðir hvaða vitleysa er í gangi hjá minni, það er þú veist, það er ekki treyst þessu fólki til þessu kjósa. En hún treystir eldri kynslónum? Já, það er reyndar, ég er ekki alveg viss hvort það sé. En þetta er nú svona bara annatóta. En mér er þetta mjög skemmtileg tilraun. Herðu, núna ætlum við að heyra af uppreisn út á Granda. Það eru heimilislausi karlar sem hafa verið í setuverkvalli og Davíð Þór Jónsson og Ragnar Erling Hermannsson ætla að koma hingað og spjalla við mig þá.